Einn megin grunnur að fiskveiðiráðgjöf Hafró eru tölur landaðan afla. Ef tölurnar eru kolrangar, hlýtur ráðgjöfin að vera röng. Hafró tekur ekki tillit til svika í landi og telur brottkast hafa lítil sem engin áhrif á stofnmælingu. Þó að sjómenn gagnrýni Fiskistofu harðlega fyrir slæglegt eftirlit, stekkur sjávarútvegsráðherra henni til varnar. Ráðherrann og Fiskistofa standa á því fastari fótunum að allt tal stórfellt svik upp á þúsundir tonna og milljarða verðmæti séu óstaðfestar ýkjusögur. Aflatölur eru ein af grunnstoðunum í ráðgjöf fiskifræðinga hvað sé óhætt að veiða. Ef þær gefa ranga mynd af raunveruleikanum ætti það að skekkja ráðgjöfina. Brottkast hefur verið mælt með könnunum en mælingar Hafró byggjast á því að bera mælingar eftirlitsmanna á prufutúrum við löndunartölur. Ef þannig talið vanta smáfisk í aflatölurnar gert ráð fyrir því að honum hafi verið hent. Við höfum núna stundað þetta með sambærilegum hætti í 6 ár og þetta í þorski þetta 1% sem kastað í sjóinn og á ári og það 2100 tonn. Og í ýsu þá þetta 4% eða 2700 tonn. Þannig að í heild þá erum við að jafna því að kasta 5000 tonnum af þessum tegundum á hverju ári. En þetta bara smáfiskur. Ekki reynt að mæla brottkast stærri fiska. Ekkert mat liggur fyrir á svindlinu, aflanum sem aldrei lendur á skrá eða ranglega skráður. Það ekki gert ráð fyrir skekkju. Það liggja engar tölur fyrir þetta hér við land og ég held reyndar að þetta sé nú ekki stórkostlegt vandamál í fiskveiðum okkar en þetta mikið vandamál víða annars staðar. Myndi það breyta mikið heildarmyndinni ef þarna væri sannarlega einhver skekkja sem væri upp á einhver prósent? Já, það gæti auðvitað gert það. Ef þetta væri ef þetta væri mjög breytilegt frá ári til árs þá gæti það haft mikil áhrif en ef þetta einhver föst stærð þá myndi það nú sennilega ekki breyta mjög miklu. Þrátt fyrir að tæplega 30 heimildarmenn Kompás vitni að hafa séð stórfellt brot og að tekið þátt í þeim, ekki allir á því að þetta sé annað en ýkjur. Ég get ekki slegið því föstu. Ég get auðvitað ekki slegið neinu föstu nema það sem ég hef skjalfest. Annað væri auðvitað mjög alvarlegur áburður af minni hálfu. Og Fiskistofa hefur meðal annars það hlutverk að fylgjast með þessum hlutum og ég veit að þar á bæi menn að reyna að gera það eins vel eins og hægt er. Við erum að tala smáar upphæðir hverju sinni í sambandi við ísprósentuna en margt smátt gerir eitt stórt, þannig að auðvitað þetta áhyggjumál. Þannig að við erum hugsanlega að tala þúsundir tonna? Hugsanlega já, en ekki margar held ég. Ég held að við getum verið að tala einhverja fáeinar þúsundir tonna en það mikil peningur. Við erum búin að tala við tugi heimildarmanna sem eru að játa í skjóli nafnleyndar að hafa tekið þátt í þessu. Þetta virðist vera mjög víðtækt í öllum höfnum landsins og öllum póstum. Ég get engan veginn tekið undir það að þetta sé víðtækt og í öllum höfnum landsins. Ég hef engar upplýsingar sem að staðfesta það og slíkar ásakanir eru auðvitað svo alvarlegar að mér dettur ekki í hug að koma fram með þær nema ég hefði þá eitthvað í höndunum sem gæti stutt það. Ég hef ekki trúið að þetta sé neitt stórkostlegt þó að ég sé ekki að verja þetta langt í frá. Allt sem ekki gert þetta í bókinni auðvitað óþolandi og það óþolandi fyrir þá sem eru að gera hlutina rétt sem ég tel að sé og alveg viss að eru langt flestir og yfirgnæfandi. Ég vil ekki gera lítið úr hlutum. Ef einhverjir eru að fara rangt að, þá það vandamál og þá það þetta bara refsimál sem á að taka hart á. Í óbirtri ráðgjafarskýrslu frá VFSO fyrir 10 árum lagt til að refsingar séu hertar við fiskveiðibrotum. Ekki verður séð að það hafi gengið eftir. Til samanburðar hafa þungir dómar fallið í Noregi vegna slíkra brota að vísu grófra. Þar eru 20 milljóna sektir á ferðinni og 2 ára fangelsisdómar. 2 av lederne i Ervik havfiske i Selje i Sogn og Fjordane pågripne og sikta for underrapportering av fangst for minst 5 millioner kroner. Mikill meirihluti sjómanna telur að eftirlit með veiðum sé ófullnægjandi og þess fullviss að landa sér fram hjá vigt. Í könnun sem gerða fyrir nefnd sjávarútvegsráðherra sögðu 76% sjómanna að landa væri fram hjá vigtinni. Þetta sláandi niðurstaða og virðist ekki hafa verið nefndarmönnum hugnanleg því hún dregur sjálf úr vægi þessara niðurstöðu. Það skoðun nefndarinnar að orðalag þessara spurningar sé ekki það besta og svarið endurspegli frekar þær sögusagnir sem eru í gangi frekar en reynslu svarenda. Spurningin sjálf var einföld.
Telur þú að fiski sé smiglað fram hjá vigt eða ekki? Ég vil ekki taka undir það sé víðtækt svindl í gangi en auðvitað getur maður aldrei útilokað að það sé til staðar svindl en maður byggir auðvitað engar niðurstöður á öðru en því sem við höfum í höndunum. En Fiskistofa að gera nóg? Hvenær er nóg að gert? Ég heyri þau viðbrögð frá ýmsum að mönnum finnst nóg það sem Fiskistofa er að gera. Ég er ekkert sammála því. Ég held að Fiskistofa sé að reyna að vinna sitt verk eins vel eins og hægt er. Og þú telur ekki sem einn brotalögum í eftirlitsþættinum? Ég get ekki slegið einu föstu það. Ég bara er einfaldlega að segja það að við höfum verið að auka eftirlitið, við höfum verið að reyna að gera það skilvirkara og það væri ábyrgðarhluti af mér sem sjávarútvegsráðherra og væri reyndar ábyrgðarhluti af hverjum sem að slá einhverju föstu á grundvelli óstaðfestra tilgátna en það er auðvitað sjálfsagður hlutur að við reynum að herða þetta eftirlit og reynum að koma í veg fyrir það að óæskilegir hlutir og ólöglegir hlutir eigi sér stað. Sjómannaforystan telur að Fiskistofa dragi meðvitaða lappirnar. Hún veigri sig við því að fletta ofan af stórsfelldu svindli því að það gæti kastað rýrð á kvótakerfið. Og það var einfaldlega út af því að það mátti hvorki falla fisk né ryk á fiskveiðistjórnarkerfið. Það var ótti við það að ef það uppdagast að væri verið að svindla í kerfinu þá myndi það verða byrja undir báða vængi fyrir þá sem að vildu annað kerfi eða vildu þetta kerfi dautt. Í gegnum tíðina þá hefum við þótt of strangir en ekki hitt. Og svo vil ég bara endurtaka það að við teljum að þessi brot séu ekki kerfið, þetta er ekki kerfinu að kenna. Aldeilis ekki, við tengjum þetta ekki við kerfið. Að Fiskistofa sé að draga lappirnar, ég er ekki það kunnugur þar innanbúðar að ég veit hvernig þeir nákvæmlega hafa sínum störfum. En það er alveg klár afstaða okkar að þeir eigi að taka á öllum málum þar sem er verið að brjóta. Ef það er til að þá eigi að taka því og ekkert flóknara. Ég heyri nú miklu oftar að menn segi það að mönnum finnist að Fiskistofa gangi alltaf harkalega fram í eftirliti og sé alltaf með nefið honni hvers manns koppi og þannig að það er nú ekki síður það sem ég heyri á bryggjónum og í símtölum og samtölum við sjómenn.